svona 30-40 mínútur eins og venjulega og líta saman í Guðs orð og aðra þætti. Í kvöld ætla ég kalla yfirskriftin eða með yfirskriftina hort fram á veginn. Þetta svona inngangur í kvöld að fleiri þáttum sem ég ætla að nefna núna, þetta svona seríu að byrja. Hann ekki allir sem fá seríu sko og fá svona sirpu og tengja þetta saman, en í kvöld ætla að reyna að leggja svolítið grunninn að því hvaða sem mig langar að fjalla um og af hverju mig langar að fjalla um það sem framundan er. Þannig að þetta hort fram á veginn. Ég get sagt okkur það að síðastuna svona vikur og mánuði þá ákveðin hluti búin að gerast innan með mér og ég er búin að vera að lesa bæði, ég er búin að dusta rykið af gömlum bókum sem ég á og skrifum eftir góða rithöfunda og ég er búin að ná mér í nýjar bækur til þess að reyna að bæta í, og það sem ég ætla að tala um þetta er ekkert eitthvað sem að ég var að fatta uppgöta í gær. Það er ekkert svoleiðis og mörg ykkur og sum ykkar allavega hafi eflaust verið að hugsa mjög svipuðum nótum, en ég tel að það sé tími til þess að skoða ákveðna þætti núna, staldra við og horfa fram á veginn. Og það verður að segjast eins og fyrir mig að síðustu dagar eftir auglýsingu Þjóðkirkjunnar hafa bara ýtt undir það mikilvægi sem ég sé í það sem ég mig langar að fjalla um. Ég ætla ekki að fjalla og fara að svara þeim skrifum með þeirri birtingu hér í kvöld. Það búið að gera það á ýmsan máta og sumt var biblíulegt og skynsamlegt, annað kannski ekki svo mjög skynsamlegt. En boðskapurinn sem þau voru að reyna að koma til skila, Þjóðkirkjan, var að Jesús væri allra og elskar allra. En það vitum við hann er. Ég tel reyndar að þessi leið missi svolítið marks og ég held hún missi ekki bara marks hjá mér og öðrum, held hún missi marks meira segja hjá transfólkinu í Íslandi sem búin að tjá sig þetta og segir að þetta sé bara engan veginn rétt leið til þess að miðla því sem það langaði að miðla. Mín tilfinning, og það bara, ég tekka fram, það bara mín tilfinning að þetta sé veik tilraun hjá Þjóðkirkjunni að taka næsta skrefi að biðjast velvirðingar. Þau faktískt að segja, kirkjan hefur ekki verið opin fyrir hvern sem er. En þau get ekki birt mynd af biskupnum eða einhverjum öðrum. Jesús samnefnarinn og nú að segja, hann opin, hann með faðminn sinn opin fyrir hvern sem er. Og það hann vissulega. Þannig að þetta kannski svolítið veik tilraun til þeim. Ég lít þannig á það að biðjast velvirðingar og segja fyrirgefiði, þetta að sjálfsögðu erum við opin fyrir alla til þess að elska og sinna. Veit ekki hvort þetta er rétt, en ef svo hvort sem öllu heldur, þá fyrirgefum við þeim, Þjóðkirkjunni okkar, að stíga á tær og gera hluti sem að kannski meiður og særi marga og að mínu viti ekki einu sinni rökrétt. Það talaði að var ítrekað að Jesús væri ekki bara fyrir miðaldra hvíta karlmenn. Það svo fólk áttu sig ekki á því, hann var hvorki hvítur eða miðaldra. Hann var dökkur og náði ekki nema 33 ára aldri. Þannig að hann náði hvoru. En svona þetta bara. Eitt sem ég langar þó að nefna í þessu sambandi, vegna þess að ég veit að margir á svona tímamótum yfirgefa Þjóðkirkjuna. Mér langar að nefna það sérstaklega fyrir það sem eru kannski heima að hlusta og tilheyri Þjóðkirkjunni. Ég tilheyri Þjóðkirkjunni í mörg ár. Ég ólst upp í henni. Pabbi var prestur. Ég þekki hana mjög vel. Ég get sagt okkur hér og nú, þegar búin að heyra það, að það fullt af prestum og söfnuðum landsins sem eru engan veginn sammála þessari auglýsingu. Og það stór munur á því sem gerist og kemur frá biskupsstofunni og sem gerist út í söfnuðum landsins. Og þegar þú segir þig úr Þjóðkirkjunni, þá býrð þú í einhverju hverfi, einhverju sókn. Og þinn litli peningur
fer í þá sókn til að halda þar barnastarfum, unglingastarfum og öllu gangandi. Þegar þú ferð, þá minnka peningarnir. En þeir minnka ekki á biskupsstofunni. Biskupsstofun fær alltaf sitt. Þannig þau finna ekki áhrifin, en söfnuðinir finna áhrifin. Hugsaðu vel áður og ferð. Bara hveti til þess. En ég sagðist ekki alltaf fjallum í kvöldin, Svona stendur vel við sitt. Ég ætla að ekki að fjalla í kvöld. En það örugglega komið nóg af efni og svörum og viðbrögðum við þessu til að melta bæði með á móti og svo framvegis. En mér langar til að hugsa aðeins framtíðina. Mér langar til að horfum fram á veginn og skoðum ákveðna þætti, og þetta eins og ég sagði áðan, þetta bara til að leggja grunninn að því sem ég ætla að tala næstu vikur framundan. Við erum búin að ræða það, ég og Sigurbjörg og Alli og fleiri í söfnuðunum hér áhrif COVID, og það allir söfnuðir heimsins, og ekki bara söfnuðir, kristni söfnuðir, bara allt trúar starf og annað starf sem verður fyrir áhrifum á COVID. Og fólk að reyna að átta sig á þau, hvernig bregst ég við? Við vitum að ferðaþjónustufyrirtækir okkar, þau eru að reyna eftir fremsta megni að bregðast við og lifa það af. Þau kannski færa bara að leggjast í dvala meðan þetta svona og svo framvegis, og það alls konar viðbrögð sem koma. Kirkjur landsins, þið vitið hvað við höfum gert. Við höfum farið á netið og kirkjur landsins og heimsins hafa farið á netið. Þetta hefur hins vegar gert það verkum að margir sem voru í söfnuðunum áður vilja ekki eða kom ekki tilbaka. Það var að gera skoðanakönnun í Bandaríkjunum. Kaninn alltaf í öllum skoðanakönnunum. Hann alltaf að gera svona tölfræðilegar úttektir. Og þeir gerðu skoðanakönnun hjá fólki sem eftir fyrstu mánuðina COVID sem hefðu sótt söfnar samkomur í kirkjunni sinni. Og hvort þau ætli ekki að koma aftur þegar kirkjan opnaði. 40% sögðu nei. Nei, við þurfum þess ekki, við fáum þetta bara á netinu. Þetta liður af því sem ég langar að koma aðeins inn á í dag. Ákvöru er svona auðvelt að segja þetta. Hvað í gangi? Og mér langar bara að við opnum hjörtum okkar í kvöld og leifum heilagum anda að tala. Við erum öll frá mismunandi bakgrunni, við höfum mismunandi langa sögu eða bakgrunn í safnarstarfi eða kirkjustarfi. Sumir stuttan og engan og sumir langan og mikinn og svo framvegis. Við höfum mismunandi skoðanir. En lykilhugsun kvöldsins hjá mér í kvöld er úr Mattheus 16. Og það er Jesús sem segir, ég mun byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki sigrast á henni. Ég mun byggja kirkju mína. Ekki Halldór, ekki Sippa, ekki Gunni, ekki Jóna, ekki Sigga, ekki Agnes biskup, enginn nema hann mun byggja kirkjuna sína. Og þá kannski bara rétt fyrir þau sem eru að veldu býta, alltaf Guð bara koma niður og byggja svona hús, bara áttu ykkur á því, það er ekki kirkjan. Húsið, það sem við mennilega köllum kirkjur, eru byggingar þar sem kirkjan hittist. Kirkjan er fólkið hans. Það er fólkið hans Guðs sem tilheyrir honum. Og hann segir, Jesús segir sjálfur, þegar hann er að byrja allt þetta, þá segir hann, ég mun byggja kirkjuna. Og ekki bara það, hann lofar því að ef hann fær að byggja kirkjuna, þá mun máttur heljar ekki sigrast á henni. Ekkert mun geta staðið veginn fyrir því að kirkjan nái að vinna sitt verk og nái þeim framgangi sem henni er ætlað. Ekkert. Máttur heljar. Ég meina, við erum ekki að tala bara eitthvað smáfyrirstöðu. Við erum að tala mátt heljar. Andaverum vonskunni himingeimnum, hvað sem við köllum það, sem hugsanlega vil standa í vegi fyrir verki Guðs og framgangi Guðs í ríkisins og jörðu, það mun ekki standast. Ef ég fæ að byggja. Ef ég fæ að byggja. Mér langar til að við skoðum framundan, ekki bara núna í kvöld, þetta er inngangurinn. Hvað hugsanlega þarf að breytast?
hvað hugsanlega getur breyst? Verðum við ekki að breyta einhverju? Erum við vissum að hann sé að byggja kirkjuna? Eða erum við með fingurnir einhvern veginn í þessu að þvælast fyrir þessu og komið í veg fyrir að hliðheljar falli? Ég held að sé nauðsynlegt til að svara þessum spurningum að kíkja aðeins á það hvar við erum og hvernig við komumst þangað sem við erum. Og þá er ég ekki bara að tala Smárakirkju, heldur kirkju Krists, sérstaklega á Vesturlöndum. Munið eftir Truman Show. Hafið séð Truman Show? Þeir sem ekki hafa séð það og hinn sem hafa séð það, við rifjum það upp. Truman Show var kvikmynd sem að Jim Carrey held ég hafi leikið í. Og gengur út á það að það er maður sem að er raunverulega alinn upp í raunveruleika sjónvarpi. Allt hans líf hann veit það bara ekki að þetta er raunveruleika sjónvarp. Hann vaknar á morgnana, hann fer í vinnu, hann lifir bara sínu daglega lífi, en þetta er raunveruleika sjónvarp sem er sjónvarpað 24 tíma sólarhring, allt hans líf. Allt annað fólk í bænum og í kringum hans eru bara leikarar. Þeir fá pening fyrir að leika hlutverkin og vera þarna í bæjarbúar og hann lifir á þrist og það verður að skoða hvernig lífið hans er. En maður veit ekki að þetta er bara plat. En þetta var ógeðslega flott, bænum var ofsalega flottur, litiríkur og fallegur. Og annars lagði þá horfinn á sjóndeildarhringinn og sjóndeildarhringurinn er þarna og hann sér, ég þarf ekkert að fara þarna eitthvað til hann. Svo ræðir hann á bátnum sínum ef ég man þetta rétt út á vatni eða sjóin eitthvað hafið og bara í átt að sjóndeildarhring. Þangað til hann bara kemst ekki lengra. Ekki hætti sjóndeildarhringurinn hér. Jú, hann hætti þetta. Hann bara sigldi á vegg. Þá kemur ljós að allt þetta er inn í hvelfingu. Það er bara svona hvelfing yfir öllum bænum og öllu og það er bara verið að sjóvarp og allt hann inni. Hann lifði bara í þessari hvelfingu. Í raunveruleika sjóvarpi. Hann fer að mörkum síns þekkta heims. Siglir þar á, fer úr bátnum, finnur dyr og gengur út. Allt hans líf fram að þessu, var inn í þessari hvelfingu og hann hélt að þetta var í alvöru. En það var það ekki. Við þurfum að skoða okkur, elsku vinur, hvað er mikið alvöru hjá okkur og hvað er mikið bara vegna þess að við höldum að það eigi að vera svona þetta sé alvöru. Ég hætti þessu aldur. Þetta er svo óþægir eitthvað svona, ekki vera að tala þetta. Þetta er bara allt alvöru og þetta er bara, nei, það er ekkert endilega. Sumt er þarna bara því að við erum svo góðu leikarar. Má ég segja svona? Hvernig hefur það í dag, bróðir? Halleluja, ég hef það stórkostlega gott. En þér líður ekki stórkostlega vel. Bara sagði þér það, að þú kannt að leika það. Sýru hvað er að fara? Við erum svo oft með einhvað sem við höldum að ég vera, en ég er ekki endilega það sem þarf að vera og á að vera. Mörg okkar hafa unnið hörðum höndum, mörg okkar hér inni, mörg okkar sem eru að hlusta, hafa unnið hörðum höndum í fjölda ára og jafnvel áratugi til að láta kirkjulegt starf ganga upp. Fórnað sér fyrir það. Öllu sínu, fjármagninu sínu, tímanu sínum, orkunu sinni, gjöfunu sínum. Til að gera það aðlaðandi, gera það skemmtilegt, spennandi, svo að kirkja Krists frá byggjast upp. Erum við ekki sammála? Þetta eru þjóðkirkjan sem við vorum að tala um á hann. Hún er að reyna að gera það sama, en við vitum það er ekki að virka hjá henni. Hún reynir að taka skrefin, en það fækkar.
það þá bara henni að kenna? Nei, það reyndar ástandi í þjóðfélaginu líka held ég, sem ég ætla að koma inn á eftir. En skrefin sem hún tekur samt sem engu síður ekki að virka til að láta hana vaksa. Og áður en þú hlakkar yfir því og segir, já, það þessi málamiðlun, þá langar mig að spyrja fyrir okkur sem ekki á sjálfsögðu í neinni málamiðlun. Hversu vel hefur okkur gengið? Hvað eru fríkirkjur hinnar sem að telja sig ekki lifa í neinni málamiðlun orðsins? Hvernig hefur þeim gengið síðustu ár? Áratug? 50 ár? Okkur ekki all hús stút fulla fólki? Okkur ekki alltaf flegiferð í Guðs ríkinu? Við höfum ekkert staðið okkur betur. Ekki mikið betur allavega. Ekki hvað var það að láta hana stækka og dafna. Eða orðið öðruvísi. Sleppum bara þessu að stækka og dafna. Sleppum því hvort að það eru 20 á samkomu eða 100 á samkomu eða 1000 á samkomu. Alltaf kannski meiri stemning að vera fleiri sjáðu, en sleppum því, látum vera að það sé ekki aðalmálið. Heldur bara hvað áhrif við höfum á þjóðfélagið. Hvar erum við búin að breyta þjóðfélaginu okkar? Hvar erum við búin að koma inn og græða sárin? Hvar erum við búin að koma út og rétta það sem var rangt? Og hvar erum við búin að koma inn og snúa kringumstæðunum við? Ég ekki að meina bara hér í Smárakirkju. Smárakirkja tiltölulega ný fríkirkja. Ein af nokkrum sem standa fyrir náðarverk Krists, kraft heilagsanda, svona karismatísk kirkja, með hvítasögnu kirkjurnar líka, sem trúa á mátt heilagsanda. En veitir það, vandræðin eru ekkert bara hér með þessa hluti, þeir eru í öllum hinum vestræna heimi. Öllum. Ég var að hlusta á í gær bara síðast. Predikara úr stórri kirkju í Bandaríkjunum. Og þá meina ég áhrifamikilli kirkju sem að sendir út allan heim sjónvarpsefni og predikanir og ekki svona ekki klassíski sjónvarpspredikarar. Þeir eru með mjög flotta kennslu og alls konar hluti sem þeir eru að senda út allan heim og það eru 2000. Og veistu hvað hann sagði? Hann sagði, við höfum aldrei á ævinni upplifað ástand í þjóðfélaginu eins og núna í Bandaríkjunum. Og Kaninn frægur fyrir að vera með, svona jákvæða gagnvart trúnni og kirkjunni og þar allt kristilegt og voðalega fínt, sko. Þeir eru bara komin inn í algjörlega nýja upplifun, segja þeir. Hugsun og gangur fólks allt annar heldur en hann var. Það er svo margt sem að breyta honum. Margt sem að breyta honum. Framgangur þeirra sem að kalla sig guðleysingja eða trúleysingja. Þú veist, það ekki bara einhverju örfáir sem við hittum núna, þeir eru með heilur hreyfingar núna sem þeir stofna í kringum guðleysi hjá sér. Þetta eru hreyfingar. Þú veist að mæta bara allt öðrum hugafari, allt annað afstöðu heldur þú mæti fyrir 10 árum. Hvað þá heldur þegar ég var strákur og var að alast upp? Allt annað handlegur. Ég man hann líka á tímabili, þá skrifum við hinn kristnu, þetta svolítið, þetta bara þessi kennsla, þessi vísindakennsla, þróunarkenningin, hún eyðileggi allt fyrir okkur. Þú veist, og vísindalega sannan og rannsóknum uppruna heimsins, skammtafræðin, hún að fara með þetta fyrir okkur. Kraft, svo fólk að spyrja mig, já, getur eitthvað sannast að kraftaverkar sögur í Biblíunni? Og ég klóra mig bara haustum og get ekkert sagt eða gert. Á hvar eru kraftaverkin í dag? Þú veist, og fólk segir alls, og hvað með mótsagninir í Biblíunni? Fulla mótsagnum. Þessi úrelda gamla bók sem til hvers að trúa hana, hún úreld og gömul. Þetta er bara afstaða
fólk fjarlægist þennan heim sem við lifum í hraðar heldur en COVID breiðist út. Það bara er að fleigi fyrir burtu frá trúnni. Ég þori hins vegar að fullyrða að hvort ég skammtafræðin, þróunarkenningin, það get ekki sannað kraftaverk Gamla testamentisins eða brottför Ísraelsmanna út úr Egyptalandi, þó ég trúi hafi átt sér stað. Það mun ekki grafa neitt undan Jesú. Það mun ekki, hann kippir sér ekkert upp við það. Hann kippir sér ekkert upp við það. Hann stendur alveg fyrir sínu og rúmlega það. Ef hann fær að byggja kirkjuna, þá munu hlið heljar ekki standast. Ekki neitt. Ok? Ég sagði ykkur ég var að leggja grunn, því svo ætlum við að tala þessu þáttum áframhaldandi. En þetta er grunninn. Nú erum við að skoða bara hvar við höfum verið og hvernig við komumst þangað. Og ég ætla nú að fara alveg rosalega langt aftur. Nú ætla ég að fara bara alveg í Postulasöguna 17. kafla 7. vers. Bara frumkirkjan. Þar segir svona: mennirnir sem komið hafa allri heimsbyggðinni í uppnám nú komnir hingað. Þetta var sagt í Þessalóníku. Þeir voru mættir til Þessalóníku og það varð uppi fótur og fit í Þessalóníku vegna þess að Þessalóníka er það sem er Grikklandi í dag, hluti af Grikklandi, og ástæðan fyrir þessu uppþoti var að þetta voru mennirnir sem voru búin að umbylta heiminum. Kristendómurinn hafði farið svo eldur sinu allan þekkta heim og inn í rómverska heimsveldið og gjörbylt þjóðfélags kringumstæðum. Fyrir konur, fyrir börn, fyrir þræla. Bara umbylt þjóðfélaginu. Og daglega bætti Guð þeim í hópinn sem frelsast létu. Daglega. Hvað átti hinu fyrstu kristni, eða kannski öllu heldur, hvað vissu þeir eða skildu þeir sem við hefum einhvern veginn mist sjónar af? Hvers vegna var trú þeirra svona sterk? Hvers vegna var hún svona úthaldsöm, svo ómótstæðilega spennandi og svona, hafði svona mikið aðdráttarafl? Þegar í dag, við vitum það, ef að fólk kynnist Kristi, það er alveg dús við Krist. Það er ekkert ósátt við Krist, en það er rosalega ósátt við kirkjan hans. Og kirkjan hans er það sem á að vera líkamans og er líkamans. Ímynda þér, ég er alveg sátt við ykkur, ég bara fíla ekki líkamann á ykkur. Pæli í því. Ég er alveg sátt við þig, Jesus, en þessi líkams þú átt á jörðum maður, Hvernig óskopunum tókst þessum litla, á ekki bara að segja, sértrúar söfniði, kristnumönnum hafa kallað vegurinn. Þess vegna vegurinn kallað vegurinn í dag, það var þeir eru að kalla vegurinn fyrst. Þeir eru ekki einu sinni kallaði kristnir. Hvernig tókst þeim að umbreyta heimsbyggðinni? Takk eftir, þar með talið rómverska heimsveldinu. Hvernig tókst þeim að taka krossinn sem að rómverskra yfirráða sem að þeir tóku menn og drápu það á krossi til að beygja kné þeirra, beygja þjóðirnar undir sig. Hvernig tókst þeim þessu litla sértrúarhópi að taka það þannig að þetta tákn er núna tákn og kraft og vald Guðs á jörðu? Pældi ég, þeir er bara búin, en var nokkuð furða þó að segja það er bara búin að snúa þessu við. Bara algjörlega búin að snúa þessu við. Af hverju tókst ekki að grafa þennan hóp og leiður grófu foringjan? Hann reyndi að vera ekki grafinn lengi. Hlustið á þetta núna.
Sagnfræðingar, þessar spurningar sem ég er að varpa fram, þið haldið að ég sé bara að taka út úr lausa lofti. Nei, sagnfræðingar og fræðimenn allan heim hafa spurt þessara sömu spurningar og reynt að svara þeim. Hvernig ósköpunum tókst þetta? Þess vegna finnst mér alltaf svolítið fyndið, finnst alltaf svolítið sérstakt þegar fólk enn að efast það að Jesús hafi verið til. Vá, eins og þessi litli hópur hafi haft bara hvíta húsið til að sjá auglýsingaherferð fyrir sig. Þeir voru ekki einu sinni með biskupsstofu til að sjá auglýsingaherferð fyrir sig. Þeir voru ekki með neitt. Svo hvaðan kemur þetta? Þetta voru bara flestaðum, ekki allir en margir þeirra ómenntaðir menn og konur, duglegt fólk, en það hafði ekkert vitað því hvernig átt að ná heimsyfirráðum frá rómverska heimsveldinu. Þetta voru ekki stjórnmálamenn. Þeir mætti ekki á þing til þess að ráða ráðum sínum hvernig þetta gerði. Þeir bara fóru á stað og eitthvað gerðist. En Jesús var náttúrulega ekki til stjáðu. Ok. Hvernig gerðist þetta? Fræðimenn. Ég náði hérna í orð frá breskurum rithöfundi sem heitir Karen Armstrong sem er ekki hrifin af kristinni kirkju. Þetta er hennar svar við þessum spurningum sem ég var að varpa fram. Á 3. öld eftir Krist, á 3. öld var kristendómur orðin að slíku afli að það var ekki hægt að horfa fram hjá honum. Þvert og í öll líkindi á að það myndi gerast. En þann dag í dag vitum við ekki alveg hvernig þetta gerðist. Þetta segja vísindamennir, þetta segja fræðimennir, þetta segja þeir sem eru andstæðingar kristendómsins. En þeir viðurkenna alveg þetta gerðist. Eitthvað var það sem gerðist. Og kristendómurinn breytist hraðar út en kórónavírusinn. Hann bara fór á svo eldur sinnu. Þegar þessi litli hópur, takt eftir, þeir eru búin að fara á stað. Þetta er svona sértrúhópur. Þetta voru ekki gyðingar. Þetta voru undarlega gyðingar fæddir í Ísrael, en þeir voru ekki gyðingar trúar lengur. Þeir voru komin með svona alveg nýja trú. Og hana var ekki að finna hinum yfir Miðjarðarhafið hjá Rómverunum í Róm. En þeir fóru á stað og þeir bara fóru bæ og þeir nákvæmlega eins og Þessalóníku menninir sögðu. Menninir sem erum búin að umbylta heiminum eru konur hingað. Hvernig umbyltu þeir heiminum? Hvað gerðist? Eru þið ekkert forvitin að vita það? Já, kraftur heilagsanda. Ok, við erum hann líka hér. Við erum ekki að umbylta heiminum. Allavega ekki á sama ráð og þau. Já, þetta var náttúrulega bara, það var ekkert sjónvarp, það var bara fólki leiddist og þá náttúrulega fóru bara á samkomur og fóru bara út á samkomu. Þeir voru ekki eins og með hús, þeir voru ekki með samkomuhús. Það búið að taka allt að þau, það voru ofsóknir á þau. Þeir voru drepnir, hvert einasta hús sem söfnuð saman í var tekið. Konstantínus keisari var helsti andstæðingur þeirra á tímabili og hann stýrði öllum ofsóknum hendurinn þeir voru bannaðir. Hvernig ósköpunum tókst ekki að kveða þetta lið í kútin? Hver haldið þið að þið séuð? Fólk. Nei. Þeir fóru allt. Höfðu vinsældir af öllum líð og umbyltu þjóðfélaginu. Jú, þeir leiddu fólk til trúar, en númer 1, 2 og 3, þá komu með Guðsríki á jörð. Svo á jörðu sem á himni, þeir komu með Guðsríki á jörð, þeir komu með réttlæti það sem þurftu að þau halda. Eins og sagði hann, þeir reistu við stöðu kvenna og barna og þræla. Þau umbyltu öllu. Til góðs fyrir fólk.
Þetta það sem að fólk skilur ekki á þegar að tala að kristindómurinn sé bara til þess að eyðileggja og skemma og valda vandræðum allan heim. Nei, hann gerði það sko ekki í byrjuninni. Langt í frá. Hann breytti heiminum til hins betra. En í febrúar 313 þá gerðist svolítið. Og hlusti nú á, þetta snertir okkur. Hvað, árið 313, hvernig snertir það mig? Ok, hlustaði. Í febrúar árið 313, þá gaf Konstantínus keisari út það sem kallað Mílan-tilskipunin eða Edict of Milan. Hann kunngjörði þar með tilskipun að kristi fólk, nú þið hætt að ofsækja kristi fólk og þau samþykkt allt rómverska heimsveldið. Ofsóknum var hætt. Það var samt ekki fyrir 380, nokkrum árum seinna, sem hann gerði kristna trú að ríkistrú. En nú var helsti leiðtogi ofsóknarinnar, orðinn helsti stuðningsmaður. Og allt breytist. Allt. Ríki og kirkja eru eitt. Það var engin aðskilnaður. Faktist þá var þetta þannig að þið vitið það, drottningar og kóngar urðu höfuð kirkjunnar í hverju landi. Æðsti maður eða kona kirkjunnar í hverju landi. Hæstu byggingar í hverju borg voru dómkirkjunnar. Allt lífið snerist nú kristindóminn. Og vitið þið hvað? Kirkjan breyttist frá því að vera grasrótarhreyfing sem fór áfram í kærleika með trúar og samfélagslega byltingu, breyttist yfir að vera trúarleg ríkisstofnun. Síðan þá eru liðin cirka 1700 ár. Og þetta hefur verið að þróast alveg síðan þá. Þetta hefur komið með ákveðna tvíhyggju inn í alla kirkjulega starfsemi og hana líka finna í fríkirkjum landsins okkar og hennum vestræna heimi. Og þessi tvíhyggja gengur út af það. Takt eftir. Ég sagði áðan að alla byggingar hefur teknað frá þeim. Nú voru þau fengna byggingar. Nú var byggt fyrir þau. Þannig að þau hættu að fara og vera bara út í þjóðfélaginu og fóru inn í húsin sín. Inn í hús eins og þetta. Það sem við í dag kvöldu kirkju. Og söfnuðust þar saman. Og tvíhyggjan þessi sem að kom við þetta, hún þessi við hér inni og þau hin sem úti sem ekki trúa. Við erum inni hjá Guði. Við erum hólpin. Við erum á leiðinni til himinsins. Hinir sem úti, þeir eru í glötun. Við og þau. Áður var það ekki svoleiðis. Kristin kirkja var bara úti. Hún var bara í vinnunni á markóðunum, hún var bara þarna. Hún var bara þarna. En allt í nú var hún komin inn og svo voru aðrir úti. Jesús sagði, þið eru saltjarðar. Ef að saltið dofnar með ykkur þá að selta. Sjáum þetta fyrir okkur. Ef við erum saltjarðar og jörðin, skulum ekki einu sem taka alla jörðin, tökum bara Reykjavíkurborgin okkar, tökum bara borgin okkar. Við getum þess vegna tekið bara hverfið okkar, en tökum borgin okkar, landið okkar. Ef að hérna stór matardiskur og maturinn á diskunum landið okkar og við erum saltjarðar til að koma með salt og bragð og líf og gæði inn í matinn. Við erum kryddið. Hvað gerum við? Við dreifum því út allt. Ekki satt? Það er trú, þannig var kristnin í upphafi. Í dag
erum við bara salthrúga á barminum. Og ekki bara það. Það eru nokkrum svona salthrúgar á barminum. En það er ekkert verið að selta matinn eitt. Bara svo gaman að vera salt. Óbúslega þetta stór salthrúga hér. Ég er með miklu fleiri korn heldur en þú. Þín hrúga er miklu minni. Samt þú búin að vera miklu lengur að safna salti heldur en ég. Sjáu þið? Þetta er mjög alvarlegt, en þetta, og ég veit þið brosið vegna þetta er sannleikurinn. Þetta er nákvæmlega svona. Salt trúur út allt og við höldum sem við gera rosalega góða hluti. Af því við erum salt. Við erum bara ekki að selta neitt. En af því við vitum við eigum að selta, þá skipuleggjum við trúboð annars lagið. Það sem hafa trúboð annars sem var. Og svo er eitthvað trúboð. Og ég er ekki að gera lítið úr því. Vegna þess að ég frelsast í svoleiðis trúboði. Skilur, ég er ekki að segja að það sé ávaxtalaust, en það er bara lítil tilraun og viðleitni að reyna að vera það sem við eigum að vera. Við eigum ekkert að vera í trúboði. Nei, við þurfum ekkert að fara í trúboð. Við þurfum bara að leyfa honum að byggja lífið í kringum okkur. Hann mun sjá til þess að hlið heljar falli og hans ríki mun koma. Þú þarft ekki einu svona að boða trúna, kemur því seinna, fyrir en eftir ákveðin tíma. Þegar Guð kenndi okkur alveg trikkið hvernig á að gera það. Vitið það? Hann lagði niður línuna fyrir lærisveinana sína hvernig það ætti að gera þessa hluti og það bara virkaði. Ef þið farið eftir því. Akkur á svona mikilvægt að fara eftir því. Og það er ég sem lagði það og ég er að byggja kirkjuna mína. Ef þú breyta því, þá skal þú bara byggja hana, ok? Þetta er ekki alltaf lagi. Jesús sagði líka að frá okkur myndu renna lækir lifandi vass. Þeir myndu renna frá okkur lækir lifandi vass. Hvert fara lækir lifandi? Þeir streyma þjóðfélagið og vökva og næra og veita vatn og næringu til allra þess að þurfa að halda. En við erum meira bara eins og stöðuvatn. Og svo segjum við, bara komið hingað og rosa gott að synda í þessu vatni. Við erum meira að segja með bát og allt. Þetta skemmta sér vel í þessu vatni, sko. Sjá hvað er að fara. Það er eitthvað ekki eins og það á að vera. Og þetta er ekki sagt til þess að skamma einn eða neitt eða fella dóma yfir einn eða neitt. Þetta er bara sagt til þess að við kveikjum á perunni eins og sem sildi á dómið og gekk út. Sá sem hafði lifað í raunverulega sjónvarpi allan tíman. Fattaði allt í einu út af hvað lífið gekk. Mér langar svo mikið fyrir mig, fyrir okkur sem söfnuð, fyrir söfnuði landsins okkar, að við kveikjum á því út á hvað hans leið gengur. Eitt er alveg á hreinu, að okkar leið gengur ekkert rosalega vel. Sumt. Ég er ekki að tala að ég henda öllu út. Alls ekki. Þið með ekki misskilja mig. Ég er ekki að tala það. Já, bara hættum öllu bara. Ég Halldór sagði þetta, bara hættu öllu sem við gerum og gera eitthvað allt annað. Nei, ég er bara ekkert að segja það. Ég er bara að segja hvernig tökum við hans leið inn í það sem við erum með og hver við erum og leyfum honum að móta ferlið okkar, þannig við göngum með honum þá leið sem hann vill.
Ég ekki að tala að henda út byggingu, já, má ekki hittast í byggingum því þá eru bara eins og saltrúa. Það ekki það sem ég að segja. Ok, bara það sé alveg hreinu. Það því ekki að fara heim og Halldór bara sagði að ég væri svo stöðuvatn maður. Þið vitið. Þú og ég erum salt. Kirkjan saltið hans Jesú. Hann vill nota til að selta jörðina. Og ég ekki að segja að þú sért ekki salt. Það getur vel verið að þú sért dásanlega salt hvar sem þú ferð í lífinu. Heima höfður vinnuninni, skólaninum. Það bara algjörlega möguleiki og ég ekki að segja að gera lítið úr því að svo sé ekki. Nei. En það tækifæri fyrir okkur öll að verða slíkt salt. Og það sem meira umvert, það tækifæri fyrir okkur saman. Og það þar sem ég að tala saman að vera það. Það það sem frumkirkjan var. 40 mínútur, bara alveg upp á mínútum maður. Guð blessi ykkur elskurnar. Takk innilega þeir sem eru heima að hlusta. Þetta var inngangurinn. Næstu miðvikudag, annarkvöld miðvikudag, en næstu miðvikudag þegar ég tala þá mun ég reyna að byggja þetta og reyna að fletta aðeins betur ofan af þessu. Svo við áttum okkur hvað við erum að tala. Guð geymi.